Elevate Music. Með hérna einhverja konu, svona höfuð í skíunum. Þetta, geishan, fiðrildið, hnífurinn, hann er ekki grófinn og svolítið síking í honum. Þetta langt síðan ég fékk það og það er enda flott. Búddinn, píanóið, þetta er eitthvað svona. Hérna var eitthvað þýskukall, ógeðslega vont. Gaurinn var með eitthvað á móti mér held ég. Þetta er hérna baku er fyrsta tattúið mitt og þetta var, held ég hafi verið 12 ára þegar ég fekk fyrsta, síðan bara held það áfram sko. Japan er svolítið skrítinn staður til þess að vera með tattoo á sko. Sérstaklega á höndunum og svona. Ekki fara þangað þegar það er heitt annað. Ef þú ert með tattoo á svona stöðum af því þú þarfst að fela, þú þarfst að fara eitthvað út að borða eða ætlar í sund. En ég lenti ekkert í því því ég fór svo varlega. Ég var alltaf í svona turtlenecks og í einhverju svona, ég var alltaf fucking heitt. Alltaf í einhverju svona sem að coveraði þetta. Ég held ég fór í útilíf og keypti peysu sem var með svona skíðapeysu til þess að covera allt þetta. Það var alltaf í svona grifflum. Það var eitthvað hannig séti. Við ætlum að fá okkur snák. Snákarnir sko. Ég veit einhverja sérstaka meiningu fyrir því, snákurinn eða bara... Nei, bara töff sko. Bara fræði? Já, bara cool. Það fyrir svo að stakka, gera þetta slífi í setnum, er það pælingið eða? Já, ég er svona byrjaður að safna slíf. Ég held ég vil líka fá mér svona stór lengur. Það fá mér bara, þú veist, lítið út allt. Ég hef pælingin alltaf. Watch me swerve my coupe, ayy, bands up through the roof, ayy, watch me drop my top, yeah. Sko, ógeðslega spurning, en fyrst og fremst Masta Ace, Disposable Arts, eða Long Hot Summer, eða Sitting on Chrome, bara svo margt sko. Gravediggers, 6 Feet Deep, það er samt svolítið svona meira edgy en hitt sko. Eitt af mínum uppáhalds bara Sparkmaster Tape, Swoop Serengeti. Ég held að það sé bara eitthvað svona mix af eitthvað svona compilation lögum eða eitthvað svona. Það er fucking illa albúm sko. Svo er náttúrulega Chronic sko. En það eru bara svo mörg albúm sem komið til greina. Það er ekki hægt að segja þetta svona. Já, alveg pingu sko. Því að hún náttúrulega var að bumpa, þú veist, allt þetta gamla sko. Hvað var hún þessi stótt? LL Cool J. Það var svona aðmaðurinn back in the day sko. Run DMC og bara allir hittararnir sko. Hún náttúrulega bjó í Noregi með hérna og meðan hún var í skóla og kynntist einhverju DJ sem var alltaf að spinna þetta gamla góða og kom heim með það sko. Og ég var eiginlega bara alinn upp á því og Celine Dion sko. Og Whitney Houston og svona hannig. Það var alltaf svona gott mix. Hún er alltaf, já, eins og segi, bara verið að gefa eitthvað stuðningur sko. Hún vil alltaf heyra mig tala meira, syngja minna sko. Hún vil alltaf að ég sé að gera bangera og vil frekar fá þannig tónlist sko til þess að heyra og hlusta í bílnum sko. Hvað er hún hérna uppáhaldslag með þér eða? Já, það er hérna eitthvað SoundCloud, lag sem heitir Mufasa, 90s shit og feluleikur. Það er náttúrulega bara uppáhaldslagið hennar. Bad when I was young, dumb, lil rapper something. Round, making Bay hump me. Bara út af því það er svona svolítið hart eitthvað. Where's my lunch money? Já maður. Verkurinn verri eða betri en þú bjóst við? Þetta var bara, það var venjulega, þetta er ekki tægilegt sko. My lunch money. Þetta er lægt. Looking worried, got me open the fire. They're watching over me, waiting on me with holding sirens. Don't be reckless, really, I'm trying to retire. I'ma hit it back without hesitating, no passing. All these rappers in the mix, I'm starting